Svo vefinn og bara sýnt okkur endalaust. Bara eftir hvað höfðar til ykkar. En við erum sem sagt svona hönnunarsjoppa sem búin að vera til ansi lengi. Við komum svona inn í hennan heim gegnum svona tæknina. Það var svona okkar inngangur í þetta. Í dag, smá sem var miðlun einhvern veginn svo stór hluti af sýningum að við eiginlega breyttumst í sýningarhönnuði. En þetta byrjaði bara mjög lengur síðan. Við byrjuðum sem svona stafræn sjoppa. Við vorum bræður sem ætluðum að mega og gerðum blöð og gerðum sjónvarpsefni og auglýsingar og veð, ég veit ekki hvað og hvað. Og það var ekki fyrr en í kringum aldamótin sem við fengum fyrstu verkefni sem tengdu sýningum, að miðla á sýningum. Það var hérna í heimssýningin í Lissabon og svo í Hannover. Og þá einhvern veginn opnaðist bara heiminn fyrir okkur og við sem já, þetta er bara geðveikt. Við ætlum bara að vera þarna. Því að sýning er náttúrulega bara geggjaður leikvöldur fyrir eitthvað sem er búinn að vera að hanna með ólíka miðla. Og í svona sýningu þá er náttúrulega fyrst og fremst að hanna upplifanir. Og á bak hverja einustu sýningu er einhver sérfræðingur sem þekkir efnið 100 sinnum betur en við. En við lítum svo á að við sem að taka þá þekkingu, reyna umbreytin í eitthvað áhugavert, skiljanlegt form fyrir alla og fyrir alla því klár 11 ára krakki. Og við vörpum því út í rýmið og erum í rauninni þá bara eins konar millistykki. Við erum með svona hönnunarferil sem er bara mjög staðlaður og við erum bara að tileinka okkur í gegnum tíðina og það skiptir engu máli hvort við erum að gera risastóra sýningu eða einhverja svona litla sýningar eða jafnvel bara einstök atriði og í öllum tilfellum að þá er það bara kúninn okkar sem er, ég segi alltaf hann sé skaparinn eða hún, af því að þau þekki ekki bara efni 10 sinnum betur en við, heldur þau þekki yfirleitt líka viðskiptavinina sína eða gestina sína, þannig að við erum eiginlega bara tólið til þess að ná í hugmyndina sem þau luma á og varpaði út í rýmið eins og ég sagði þar. En þetta byrjar bara svona fundum, greiningafundum, þar sem við erum að koma okkur saman það hvernig heildarupplifun við viljum skapa, hvernig markmiðið með þessu, hvað ætlum við að kalla fram og hvað viljum við að fólk taki með sér af sýningunni líka. Og svo á hugaflokksfundum að þá þurfum við alltaf að hafa sýningarrýmið í huga. Það eru svona alls konar kostur og ókostur við ólík sýningarrými. Yfirleitt þurfum við að lenda inn í það er eitthvað hús sem var annað hvort byggt ekki með sýningu huga. Eina sýningi sem var eftir þar sem að við fengum að hanna sýninguna áður en þau gerðu húsið. Það var þarna lafasýningin á Hvolsvelli. Og þá gátum við stjórna fattið öllum ljósum og hvar máttu vera gluggi og hvar ekki og svoleiðis. En síðan byrjum við að teikna upp einhvers konar frásögn, búin til svona mjög grófan söguþráð og svona frásagnarleið sem við viljum að fólk fari í gegn, hvort sem þetta er innandyra eða utandyra. Og svo náttúrulega tökum við upp efnisatriði sem við viljum vera að miðla á tiltekinni sýningu. Það er fyrst framtíðarverkefni. Já, þetta er koncept sem við gerðum fyrir Grindvíkinga. Já, ég get líka að láta ykkur hafa kynningun eftir að þið viljið, sko. Og svo oftar en ekki, þá notum við líka bara svona klassískan frásagnarhátt. Við þurfum ekki að finna upp hjólið. Bara í öllum bókum og bíómyndum, þá eru menn bara og konur að nota þetta sama módel og við bara hoppum á þann vagn og það er alveg hægt að nota klassískan frásagnarhátt í þrívíðu rými í gegnum sýningu. Og svona smá sem hann möppum upp sögunni og ég segi alltaf við séum fyrst og fremst sagnafólk, við erum að segja bara góða sögu og svo þurfum við að reyna að finna leið hvernig getum við miðlað einstökum þáttum hennar, hvað er svona áhrifaríkast. Og þá fyrir við í svona annað hugaflug og það er yfirleitt bara innanhús. Við erum með gagnvirkni hönnuði og forritar og teikning, grafíska hönnuði og teiknar og svoleiðis. Og þá fyrir við bara í mjög svona intensíft sprell og bara framleiðum hugmyndir og reglan er bara
komdu með allt sem þið dettur í hug, okkur er alveg saman hversu vitlaust það og það heimst eða lélegt. Það nýtist okkur alltaf. Og út úr þessu kemur alltaf stór haugur af hugmyndum, förum í gegnum þær allar og svo byrjum við bara svona að sía þær, hvað er búið að gera áður, hvað er of dýrt og hvað er of flókið og eitthvað svona. Og setjum svo uppi með einhver x mörg atriði eða eitt atriði og þá fer það í gegnum framvistu ferðin. Og það er eitthvað sem bara, við förum fram og tilbaka í þessum ferli sem endur náttúrulega bara uppsetningu og prófunum. Öll okkar hönnun, hún er alltaf svolítið hugsuð út frá notandanum. Við erum alltaf að reyna að setja okkur í spor, hvað getur þetta gert þetta áhugavert og hvað myndum að vilja gera til þess að nálgast efnið. Við erum alltaf að gera þetta svona mjög sjálfsútskýrandi atriði, að þú getur bara nánast fatta hvað þú átt að gera. Þú sér atriðið eins og þarna, það er skófla, þá bara veistu þú þarft að fara að moka og það gerist eitthvað. Eða við höfum notað hjól, notað fólk snúa hjólum eða eitthvað. Og semst reyna að gera þetta án útskýringa. Við leggjum alveg gríðarlega mikla áherslu á áþreifanleika og það er bara einfaldlega vegna þess að það að handleika hluti og skoða er eitthvað svo eðlislegt og það býr til svo óbáslega góðan fókus. Bara leiða út komið líkamstenginguna þá bara sekkur þér honni í efnið. Og svo eru alls konar aðrar aðferðir sem notum. Við notum svona dramaturgíu stundum innan atriða, við notum persónugervingar, við höfum leikjafræði og hlutverk og það er annað fyrirlestur sem er miklu lengri en ég myndi samt segja að svona sem kjarnar allt saman er bara það að við viljum að gestirnir okkar séu þáttakendur í sýningunni eða upplifuninni. Og langskemmtilegast er það þegar þeir geta jafnvel lagt eitthvað til sýningarinnar með sköpun eins og þarna bara láta ljós hitt skína og hann eitthvað í tengslu Inka-sýningu sem við gerum í Kanada. Og tilfellið er að það er komið svo óbáslega mikið offramboð af upplýsingum og miðlun og maður er bara orðinn víraður. Og við erum öll held ég orðin bara mjög góði því að filtra þetta bara út og við erum orðin bara aldrei eins einangruð eins og núna. Þetta er bara orðin svo mikið og það er alltaf fræðilega frétta fyrir okkur sem viljum miðla. Enginn er að skoða það sem við erum að gera. En þess vegna er einmitt þáttakan algjört lykilatriði. Þannig að þegar gesturinn þarf einhvern veginn að vinna fyrir upplýsingunum og sérstaklega með áþreifanleika að þá bara sekkur hún sér ofan í þetta og eins og ég segja, hún lærir 10 sinnum hraðar og þetta verður bara allt miklu skemmtilega. Dæmur þetta er náttúrulega í hljóðheimnum sem er ótrúlega skemmtilegt atriði og svo gerum við líka í náttúruminjasýningunni. Það var svona vistrýnir sem áttum að miðla öllu sem við vitum var íslensk vatnasvæði frá jökli til fjöru. Og það er náttúrulega bara efni heila sýningu. En við brugum það ráð að láta bara gestina vinna fyrir þessu. Þetta er mjög skemmtilegt. Já, takk. En þá sem leitar að lífverum á þessum vatnasvæðum og svo þú finnur lífveri, þá getur þú súmaði svona niður með stekkmyndlerum bara niður fæðukeðjuna og lærir það í leiðinni. Já. Þetta er samt hluti af, ég held þessi frítt af minn, það var ekki hluti af perlunni. Það bara fattar það ekki. Þannig að þetta er sem náttúruminjasafn Íslands sem var með svona eitt útskott. Já, eins og ég segi, það er þetta halda langa fyrirlestur alls konar aðferðir, en tilfelli er að það er ekkert verkefni eins og útkomin verður alltaf gjörólík þó við sem við nota svona sömu stöðluðu aðferðir. En það sem að markmiðið hjá ykkur upplift er semst að með þessar stafrænu lausnir og þá ákveði taka bara hafstæðaverkefni sem dæmi af því það er langt síðan það var til og það hefur aðeins þróast fyrir tíma og það veit enginn að þessum stað. Best geymda leyndarmálið á Íslandi.
Hvað er þetta? Getur inn í Garðabæ. Og, já. Það er sko, en það er bara áhugavert að Ísland, við höfum svo bara óbúslega góðar sögur að segja og líklega söguhefð, en það er ekki til næstlega sem minnir á hana. Við erum ekki með píramída eða kastala. Húsin okkar endist bara í 50 ára eða eitthvað. Og hérna framkvæmdaraðilar sem ætlaði að stekka inn leikskóla þarna, þeir bara koma allt niður á minjar og það er bara kallað til fornleifafræðingu til að kanna hvað þetta er. Og það kemur bara í ljós að þetta er bara bær frá fyrstu dögum landnáms. Og stórmerkilegu fundur. Og hérna, og það er svo skrítið líka, þetta er sko, við segjum alltaf að landnám hefði byrjað með Ingólfi í Reykjavík, svo er við ótrúlega fátt að við finnum þessa myndu byggð. Þarna afstrætti yfir því og eitthvað svona, en mjög lítið. Þetta var, og þetta er alveg upp á yfirborðinu, þetta er ekki undir -3 metrar. En bæjarvöld var bara fljóta að breyta áætlunum og þau fengu arkitekta til að hanna bara mjög svona smekklegan garð og svo var kallaði í okkur og vorum beðin að koma með hugmyndir til þess að miðla þessu. Og þeir ætluðu þá var pælingi verið að byggja svona sýningarhús í kringum innan fornleifa uppgröft. Og þetta var alltaf bara áskorun, hvernig getur maður gert eitthvað fornlega uppgröft að áhugaverðu fyrirbæri, hvernig getum við sagt sögu á stað þar sem enginn veit hver bjó. Og við byrjum alltaf bara að kynna ykkur rannsóknina eins og annað í öðrum sýningum og við hlökkuðum alltaf rosalega til að fara að upplifa, sjá allir þessar dýrgripi sem kom upp úr jörðinni, sverð og skildi, svo framvegis. Og svo náttúrulega opnuðum við kassana og voru bara naglar og svona bein og eitthvað svona, eitthvað ótrúlega ómerkilegt sko. Og hérna, og eitthvað sem var, nei, nákvæmlega sko, og við náttúrulega bara, shit, hvað er þetta sko, bara að gera eitthvað hús í kringu þetta. Nefnum svo komum það í ljós, fyrir fornleifafræðingana voru þetta bara alveg stórkostlegir dýrgripir sko, já. Við vorum á Stóriborg. Já. Gríma? Já, það er rosalega stór gríma sem var einkenni fyrir útgjörð af Norðamann og þetta var eitthvað leikjum, skólaleikjum. Gríman, henni með naglar, bara, Spýtu brott, eitthvað. sem að gerðanagli, Já, einmitt. þetta er hvað sem Já. verður svona. Já, en þeir náttúrulega, fornleifafræðingarnir, þeir geta bara lesið líka og þetta er tæknin orðið þannig að þeir geta bara lesið alveg ótrúlega upplýsingar upp úr fræjum eða einhverju smá spýtu eða einu nagla eða eitthvað. Það var einn mjög óvenjulegur gripur sem fannst, það var svona næla af jarðangusgerð, eitthvað sem er tengt við Svíþjóð, sem sýnir svona að þetta var fólk sem var í ágætis tengslum við aðra heima. En svo þegar við vorum búin að skoða þetta, þá fannst okkur samt svona fullvelji látið að fara að byggja heilt hús. Þannig að við stungum upp á því bara, okkur miðlum við bara í garðinum, utandyra og notum margmyllun. Og þetta var náttúrulega í kring 2000, þá nýbúið að finna upp hann að snertiskjáin. En það var náttúrulega frekar vitlaus hugmynd, eða svona gjörð. Menningarfulltrúinn, hérna Gunnar Einarsson, sem seinna var hérna bæjarstjóri, hann reðjaði á þetta og sagði okkur bara prófa þetta og það var niðurstaðan. Við gerðum svona út í kíóska og fólk har bara farið þarna 24/7, 365 daga á ári og bara kynnt sér allt rannsóknina og hvaða fólk gat lesið upp úr því, upp úr jarðveginum. Og þetta var rosalega umfangsmikið, við endurgerðum híbýlin og við endursköpuðum íbúana. Við kynntum líka aðferðirnar sem að fornleifafræðingarnir notuðu til þess að gera þetta og hvernig það gátu dregið ályktanir frá því. Og svo til að þjóna þessum yngstu og þá gerðum við líka svona myndasögur þar sem að við vorum að byggja á karakterunum sem við hannuðum, til dæmis Melpatrekki sem var írskuþræll sem að endur á því að reka upp á land á Hofstöðum sko, í Arnarnesvoginum. Og svo var náttúrulega sagan næluna sem fannst þarna 1000 árum seinna og fleira. En þetta tókst bara ótrúlega vel og við fengum hann einhverju alþjóðleg verðlaun fyrir þetta, þetta þótti mjög óvenjulegt. En eins og ég segi, það veit enginn af þessu. En hérna,
þeir voru þarna og þjónuðu sínu hlutverki í mörg ár og ég myndi segja svona eftir á af því að við vorum alltaf bara að gera þetta í fyrsta sinn og var þetta alltaf brjálæðislega mikið efni og kosturinn við það að þú getur komið aftur og aftur og kannu eitthvað nýtt en ef þú ert vel upp alinn eins og ég þarf að klára diskinum þá hefur bara verið að norpa það í 1,5 tíma sem ekki gott. En svo fyrir svona 7 árum þá fengum við aftur símtal frá Garðbæingum og þeir biðja hvort við getum skoða það að koma miðlunni aftur í gott horf nema við þáttum að taka á sig aðeins öðruvísi mynd af því þeir vildu tengja minjagarðinn sem hjá kirkjunni tengja hann við miðbæinn og segja einhvern veginn sögu alls bæjarfélagsins en ekki bara ekki bara Hofsstaða. Við fengum alveg frá sér hendur og við sáum strax að við gætum náttúrulega nýtt allt þetta efni og aftur og brjóta það svolítið upp og gætum svolítið teikta svæðið og setja þetta í ólík miðlunarform og við sáum fyrir okkur svona eins konar hringleið og eins og þið sjáu þá miðbærinn svona voða steinsteypukendur og minjagarðurinn hérna. Þannig að við sáum fyrir okkur við gerum bara gerum svona grænt svæði á milli, búum til garð sem snýr í suður og við vitum svona græni blettir eins og Austurvöllur verður alltaf svona miðja. Og svo myndum við segja bara sögu svona hringleið og það getur sagt bara sögu bæjarfélagsins bara frá landnámi til dagsins í dag. Við lentum strax í smá vandræðum því þá kom ljós alls konar lóðaréttindi og eitthvað. Þannig að niðurstaðan var að við fengum að gera bara einstefnuleið. Nei, hún reyndar ekki einstefna sko, hún tengir allavega minjagarðinn við miðbæinn. Við reyndar byrjum að við endurhanna öll skiltin í garðinum og svo gerum við ný skilti sem við setjum á þessa gönguleið og þá þannig að þú lappar, ef þú ert á Hofsstöðum, þá lappar frá fortíðinni inn í samtímann og svo öfugt ef þú ert að labba frá miðbænum og þá fyrir upp frá samtíðinni í fortíð. Og þarna settum við líka inn svona QR-kóða með svona litlum þrautum og einhverju sem tengdist sögunni og þá getur krakkarnir verið að leysa rúnir eða læra landvættina og eitthvað svona alls konar dót. Og svo skiptum við út stöndunum sem við höfum gert og settum upp svona fortíðar kíkja í staðinn. Og þeir eru þannig að þú bara horfir inn í kíkjana á svona fallegum sumardegi og getur svona panaðir eftir garðinum og svo þegar þú ýtir á hnapp og þá bara varpastu aftur til landnáms og svo getur kynnst íbúunum sem við höfum endurskapað á sínum tíma nema núna gerum við á með svona green screen leikara sem léku mannskapinn. Og þetta náttúrulega rosalega við unnum þetta alltaf í námskrá, krakkarnir þurfa að læra landnámið þannig að þau koma yfirleitt bara mjög vel undirbúin upp eftir og þá svona þarf ekki að segja á mikið, þau eru búin að lesa þetta og fá bara svolítið að upplifa hvernig fyrsti bærinn var. En svo talandi krakkana, við sem áskorun að miðla til þeirra og Hofsstaðir ótrúlega svo merkilegur fundur af því að og ótrúlega staðreynd við höfum fyrsta Hofsstaðabæinn sem þarna bara við landnám og við erum líka með síðasta Hofsstaðabæinn og þeir eru bara það bara 20 metrar á milli þeirra. Og okkur var svo mikilvægt að það hræðilega ljótt hús. Það notuð sem ég held að þetta sé eina félagslega íbúðin í Garðabæ og mögulega. En við sáum fyrir okkur að reyna að koma því aftur til vegs og virðingar, gefa því hlutverk. Og við höfum eins og ég segi gegnum okkar gagnvirku hönnun, þá höfum við komist að því að það langfljótlegasta leiðin til að læra þegar þú farð taka á hlutum eða farð hlutverk. Og þetta eitthvað sem Kínverjarnir voru búin að fatta fyrir 600 árum fyrir landnám. Sem sagt, segðu mér, ég gleymi því, kendu mér, ég man það, en gefðu mér hlutverk og þá fyrst læri ég. Og þá sáum við fyrir okkur að þetta sem Hofsstaðabærinn, að við gætum bara gert hana aðeins upp og komum aðeins fallegra horf og byggt bara svona nýjan skála við hliðina
þetta ekki útlist til að, ég bara notaði hérna gervigreindina til þess að gera þetta fyrir mig. Og hérna, nema í skálanum, þá myndum við búa til svona minjasvæði og bekkirnir kæmu síðan og fengi bara hlutverk að vera fornleifafræðingar. Og þá myndum við fá svona ID-kort og það kort notum við hugbúnaðan til okkur. Þá getum við vita hvað þau eru að gera, hvað þau eru að skoða og svona senda þeim, gefa þeim sérst rétt feedback á góðri íslensku. Hvað er það? Endurgjöf. Nema þá bara fara þau og þau byrja bara að grafa, að leita litum, leita hlutum og þau fákast verkefni að finna einhverja finnsans hluti og þegar þau búin að finna það að þá þurfum við að reyna að greina þá og þau geta að byrja á því að fara í svona skanna og byrja að svona draga ályktanir hvað þetta gæti verið út frá lögunum á gripnum eða úr hvað efni það var eitthvað svoleiðis og þau náttúrulega skráðu þetta allt eins og alvöru fornleifafræðingar. Og svo myndum við fara á aðra stöðvar þar sem við getum nota sömu aðferðir og fornleifafræðingarnir, gjóskulagafræðina og sagnfræðina og kolefnagreiningu og hvað þetta allt sem hann heitir, skordýrafræði. Og smá sem að fara þau að mynda sér bara mjög skýra mynd hvað þetta var sem þau hafi fundið. Já, ég veit það. En svakalega hún samt orðin góðum það grínast. En hérna, síðan þegar þau eru búin að finna einhverja svona, gera sér eitthvað hvað þetta er og þau skila gripunum, að þá varpast upp fyrir framan þau hvaða ályktun fornleifafræðingurinn dró af þessu grip. Og þetta er svo, pælið hvað þetta er ótrúlega valdeflað að geta sko komast til því að ég er jafn klár, fornleifafræðingurinn, eða jafn klárari, ef þú kemst að einhverju enn meiru. Þannig að þetta, hérna, já. Það myndum að læra. Þetta pakki, hann var, við stungum upp á þessu öllum leið. Kíkjónum, sögunni og garðinum og öllu þetta. Og þetta var svolítið dýrt. Þannig að þeir sögðu á bara mjög skemmtileg hugmynd. Við ætlum að byrja á kíkjónum og skiltunum. En ég er ennþá að vona að þetta verði eitthvað tíma. En þetta er ekki. Það er alltaf erfitt í öllum verkefnum og hjá kúnnanum, sko, öllum verkefnum sem við gerum, það er alltaf einhver einn aðili, kúnnamegin, sem bara brennur fyrir verkefnið. Og það er bara alltaf einn sem er bara svona hjartað í þessu. Og þegar sú manneskja fer, að þá er alveg rosalega oft erfitt að kveikja aftur, því að það kemur ykkur annar eða önnur, hún vill ekki endilega vera að vinna með sömu hugmynd og hinn og eitthvað svona. En ég ætla að berjast fyrir þessu. Eða bara annar staðar. Því að sko auðvitað er bara, Hofsstaðir þetta er bara svona kapasteinninn í Garðabæ sko. Já, en svo aftur á sögunni. Við áttum sem sagt að miðla sögu alls bæjarins og yfir tíma. Og við fengum þjóðfræðing með okkur og hún gerði rosa fína sögu. Við höfum ekkert húsnæði, en við sáum, það var svona, á Garðatorgi var svona rampur á milli hæða. Og það var svona ruslageymsla sem við sáum bara frábært. Við notum bara ruslageymsluna, setjum hana í virkni og glerjuðum staðinn og hönnuðum svona liðluna stöð. Og sko stærsti gripurinn sem fannst á Hofsstöðum var svona kvarnasteinn. Og hann hefði reyndar komið áður, ekki frá fornleifauppgreftrinum. Það var bara húsfræðin á Hofsstöðum, var í kartöflugarðinum eða kálgarðinum eitthvað, tók bara upp steininn. Og við ákveðum að nota það konsept og byggum til svona nútíma kvarnasteinn og þá leyfum við bara fólki að mala sig í gegnum söguna. Semst frá landnáminu til dagsins í dag, gerir semst svona þrívítt kort og þegar þú malar því þá ferðist á milli ólíkra sögustaða í bænum og þá poppa upp myndir sem tengjast honum. Og þetta er semst, sem ég segi, alveg frá landnámi og til bara deiliskipulagsins þarna þegar við vorum að gera þetta. Bara svona alveg nýjasta. Sonur Ingólfs sem er á Hofsstöðum. Það er mín kenning, sko. Það er aðeins lengri saga, sko, út af því að þegar við gerðum efni upprunalega, þá fyrir mér var þetta bara augljóst.
út af því að land, sko, svo við viti, Ingólfur tók allt Reykjanesið, en hann hélt svona smá lóð fyrir sig og það var Korpa á Kálfstöðum áinn og svo Vífilsstaðaleikurinn. Þannig að þetta inn á lóðinu hans. Og þú þarf ekki að láta einhvern vandali sem fara að byggja stærsti, sko næst stærsti skáli sem fundist á landinu. Það ekki að láta einhvern vandali sem gera það. Þetta gæti reyndar hafa verið Vífill, en líklega var hann á Vífilsstöðum. En Þorsteinn sonur Ingólfs, hann stofnaði Kjalarnesþing sem var á Elliðavatni og það ekki, það 7 kilometra reið. Þú ert sko, henni fljótari þangað heldur en að fara í kaffi til pappa og mömmu niður í Ásstræti eða Laugarnes eða hvar þau voru. Þannig að bara hlýtur að vera. Og svo Ásbjörn Össerason, föðubróðir Ingólfs, hann var á Álftanesinu. Hann gat sko Þorsteinn verið með frænda sínum. Þetta bara basic stuff sko. En en auðvitað sögðu fræðingarnir bara út eitthvað ruglað sko. Þetta bara sögufölsun. Og þessum þurftum við að ljúga öllu. Eins og það var ekki fölsun sko. Já, en svo talandi sögu Garðabæjar. Ég sjálfur Garðabæingur og ólst þarna upp sko. Og þetta sko menningarsnauðusti blettur á landinu eins og þið vitið. Þannig að ekkert að vera þarna. Nefnum svo þegar maður fór að rýna í sögu, þá bara gekk maður á því. Það líklega engin staður á landinu sem hefur jafn geggjaða sögu sko. Og þarna á Bessastöðum sátum við alltaf, eða sko þar sé eftir við sameinuðumst Álftanesi. Þetta því að þeir björguðu okkur. Að þeir sko, hann sátu alltaf sko stærstu veraldlegu höfðingjarnir á Bessastöðum og svo voru svona andlegir risar í Garðaholti. Þannig voru embættismenn konungs, Jón Vídalín alltaf, Vídalínspóstalín, hann var í Garðaholti. Og svo með þess að Snorri Sturluson, hann bjó á Bessastöðum. Já, og ég bara fucking nei, Snorri er einn af okkur. Og ég hitti nefnilega Páli Einarsson jarðfræðingu daginn, út af það voru þetta öðru verkefni á Reykjanesi. Og þá fór hann að segja mér að Snorri hefði verið þarna á Bessastöðum. Og hann rak alveg risastórt nautabú. Nema það verður sprengigos á Reykjanestá, bara í byrjun 13. aldar, með svakalegu gjóskufalli. Það drefst náttúrulega allt og meðal annars allur bústofninn á Snorra. Og allt í einu satt hann uppi með bara endalaust hræjum og nuddshúðum. Og hvað gerir maður með húðir? Nákvæmlega, þannig að Íslendingasögurnar eru garðbæskar. Bara eins og ég veit það. Ég veit hvað Álfnesingar segja það. Já, en sko þessum styrir þessa kenningu líka er að Gissur Þorvaldsson, sá sem að lét drepa Snorra, hann stofnaði Viðeyjarklaustur fyrir tilstilli Snorra. Þannig að mér finnst bara mjög líklegt að þeir hafi bara gæs, við þurfum að koma húðunum í vinnu, eða koma ungum í vinnu og húðunum í verð. Já, viðskiptahugmynd. Já, þannig að hann sem sagt, já, Íslendingasögurnar, því Snorri sem sagt, þetta allt myndir sem við hönnuðum inn í mölningsvélina, já. Og eitthvað að sér á skiltónu líka. Við reyndum bara að hafa sama stíla á öllu. En þetta var náttúrulega rosalega mikið efni og restin af efninu, það settum við á vef sem krakkarnir í Hofsstaðaskólanum nota. Það heitir bara Aftur til Hofsstað. Það sem allt rannsóknina og svoleiðis. Og það náttúrulega beauty við þetta að endurnýta þetta svo mikið, sko, fullt af nýjum hugmyndir sem við fengið. Þessi nokkuð langur að gera svona lestrarbækur og litabækur fyrir yngstu nemendurna. Það búið að búa til allt efnið. Við þurfum eiginlega bara að koma sér í prentvélarnar. Og ótrúlega gaman að geta líka, eins og ég segi, þetta er svo gamalt verkefni. Það byrjar árið 2000, upp úr 2000 og við erum ennþá einhvern veginn að tappa inn í það. Þannig að þetta er alveg nóg að segja frá svo mörgum sko. En þetta var sem sagt Hofsstaðaverkefni. Þannig að ef þið viljið vita hvað meira, þá er ég bara smurð.